Já, verið velkomnir áriði góðir hér í KA TV. Hér hápunkturinn á Öldung 2023 framöndan. Úrslitaleikur kvenna og úrslitaleikur karla. Byrjum á kvennaleiknum. Stórkostlegu leikur Stjörnur og HKA. Þetta eru efstu tvö liðin og það er áhugavert að sjá hvernig það spilast. Voru mikið álag á liðinu, margir leikir skömmum tíma og líka mikið partistand, þannig að það er náttúrulega líka mikið þreyta eftir lítinn svefn undan það daga og ég finna sjálfur að röddinni farin að gefa sig. En þetta verður algjör veisla, eins og segi, hér Stjörnur gegn HKA og það er öllu tjálta til, fólk er að streyma í húsið. Tveir leikir eftir í mótinu og það eru þessir tveir stærstu leikir. Komin lokastaða í allar keppnir nema fyrstöld karla og fyrstöld kvenna. Sigurbjörn Árni kominn upp í dómarasætið. Stelpur, lækja þessi tónlistinni. Já, verið velkomin á úrslitaleik kvenna á Öldung 2023. Er ekki stemning í salnum? Já, við ætlum að renna aðeins yfir liðin. Stjörnur, númer 1, Brynja María Ólafsdóttir. Númer 4, Guðrún Ása Kristleifsdóttir. Númer 6 er Lilja Jónsdóttir. Númer 7, Ásthildur Gunnarsdóttir. Númer 8 er Iðunn Pála Guðjónsdóttir. Númer 9, Fjóla Rut Svavarsdóttir. 11, María Indriðadóttir. 15, Heiðrún Ómarsdóttir. Og 16 er Slatjana Smiljanic. Og hinum megin eru HKA. Númer 2, Hjördís Eiríksdóttir. Númer 6, Karen Björg Gunnarsdóttir. Númer 7, Steinunn Helga Björgólfsdóttir. Númer 8, Rósa Dögg Ægisdóttir. Númer 9, Laufey Björk Sigmundsdóttir. Númer 11, Fríða Sigurðardóttir. 12, Dýrleif Hanna Sigmundsdóttir. Og 15, Vensela Matrinova. Jæja, nú erum við vel ykkur heyra. Já, kynningi búinn og allt að verða klárt. Sigurbjörn Árni kom með flautuna í munnin og þetta er farið að stað. Fyrsti bolti er hörkubolti, góð móttaka og það er svo hún vendilega sem að setur hann yfir og þessi bolti er svo út og fyrsta stíð er hjá HK. Á Öldung er spilað upp í 2. Það er rosalega mikilvægt að taka fyrstur hinu. Og það þekkja þessi lið 2 frábær blaglið. Heldur betur þessi bolti beint á Slatjönu sem þetta er líberó, kemur Ásthildur og þetta höfum við séð nokkru sinnum frá Ásthildi gegnum tíðina. Frábær blagkona Ásthildur Gunnarsdóttir og jafnar í 1-1 fyrir Stjörnur. Og Ásthildur fer svo sjálf í uppgjöfina og bolti, fín móttaka og hörkubolti hérna á kantinum. Hjördís stendur fyrir sínu, boltin enn á lífi og svo kemur frábær bolti á miðjunni þarna og Dýrleif Hanna fljóta refsa þarna bolti 2 og Stjörnur ekki komnar í stöðu skiljanlega og HK 2-1 yfir. Þetta verður stál í stál, það er alveg klárt mál. Og Dýrleif enn að bolta, hörkubolti og það er fyrsti ásinn, já. Dýrleif með 2 stig í röð, þar af ás. Og en er fólk að streyma í húsið, það verður áfram frábær stemning hérna á Öldung. Og þessi bolti er út, já. Iðunn ekki alveg búinn að finna miðið, búinn að setja 2 út. Nei, fyrirgefið, þetta er hún hérna, Fjóla fyrirgefið, þetta er Fjóla Rut. Ja, hann er dæmdur inni. Eitthvað misti ég hana. Og boltinn áfram hérna, kemur aftur hörkubolti á kantinum. Hjördís Eiríksdóttir, fyrirliðinn sjálfur. Hún er að
koma hér með 4. stigið HK, virkilega vel slegið og það er morgunljóst að það er leita svolítið að Hjördísi, skiljanlega. Það vera frábær á mótinu, það er bara þannig. Sladjana með móttökuna, boltinn hér á kattinn og þessi bolt er út, Brynja setur hann út, það er bara eins og gengur að gerist, það er kannski eðlilega smá skjálfti í liðinu. Þetta er stærsti leikurinn á Öldung. Kemur hún aftur og nú er hún blokkuð en Sladjana mætti undir að sjálfsög, koma hinum megin og lauma en vel gert hjá Steinunni, líberó og Sladjana heldur að kasta sér í boltan og setur hann svo sjálf yfir, stendur alltaf fyrir sínum Sladjana og missast hann að stakast Einar hérna en í staðinn þá bara skorar hann með því að ýta hann langt í hornið og skorar hérna frábært stig. Já, þetta var rosalega gott. Stig 6-2 fyrir HK hér. Það er að byrja þetta virkilega sterkt og stildur með góða móttöku og uttalega þessi bolti frábær björgun hérna í Laufey og svo kemur virkilega vel slegið hann línu þarna hjá henni Iðunni og þessi bolti er enn í leik. Jæja, lauma og sjáu þið björgununa, koma hann yfir, afturlag hjá Stjörnum og boltinn á miðjuna en frábærlega varist enn og aftur. Senda hann yfir núna, nú er séns fyrir Stjörnur, koma með bolta 2 en hún er að standa sig eins og hetja og Laufey hann í afturlínunni og fær svo afturlínu smals og nei, Ásthildur er vandanum vaxinn og hvað enda þessi bolti, bara lengi leik þessi bolti. Og svo kemur frábær bolti frá Hjördísi. Hjördís er að fara á hamförum hérna. Það er spurning hvort að vanti kannski einhver stig á hana. Hún var alltaf búin að skora eitthvað áður allavega en allt í góðu. 7-2 hér fyrir HKA. Jæja. Frábær hávörn en það ná að halda svo lífi, það er og svo kemur ótrúlega lauma þarna, sjáu þið Rósu og þá taka Jæja, áfram með þetta, áfram fín móttaka á Ásthildi og svo kemur þægilegur bolti fyrir HK. HK er svolítið að stýra pressunni hérna og þetta er frábær bolti á kantinum, sjáu þið Brynju. Já, hún er þarna búin að finna smassið sitt og þá er alveg morgunljóst og þá verður þetta árið erfiðara fyrir HK ef hún Brynja komin í gang og þetta er eins og að dýrt bolti frá Iðunni út og HK áfram í ansi góðri stöðu hér í fyrstu hrinu, 9-3 yfir núna. Móttakan svolítið aftarlega og það ná ekki að tengja. Þetta er bara hreinn ás hjá Hjördísi. Áfram fer hún fyrir liðinu. 10-3. Stjörnur, eins og ég er búin að liggja þungt á þeim að það þá er erfitt, þú ert alltaf í nauðvörn að ná einhverju sókn. Og hérna missir Ásthildur móttökuna of langt og það eru fljótar að refsa, frábærlega gerð hjá henni Laufey. Fljóta að lesa boltan og refsar leið. 11-3 núna fyrir HK. Og þá taka Stjörnur leikhlé, skiljanlega.
Já, þetta fer erfiðlega stað fyrir Stjörnuna á sama tíma. Þá maður bara að segja það að HK er búið að eiga virkilega góðan leik og komið alfarið í veg fyrir það að Stjörnur geti spilað sinn sóknarleik. Ég minni svo á að svo í kjölfar þessum leik úrslitaleikur karla. Það verður líka svakalega bara, það hreinn úrslitaleikur. Og svo í kvöld risaball í Boganum með Páli Óskari. Þessi veisla, blak veisla sem er búin að vera hérna fyrir norðan, bæði á Akureyri og Húsavík. Líkur með bombu í kvöld. Já. Jæja, þá höldum við leik áfram. Og hörkubolti hérna, hann fer hins vegar út. Það var mjög góð hugsun af Brynju. Hann var enginn þarna í horninu, en slær hann aðeins út. Og HK. Þær eru einfaldlega að slíta sig frá hér. Þetta eins og frábær móttaka af Ásthildi og fyrir vikið fáið fínn bolt á miðjuna, en Hávartin góð hjá HK. Og, nei, góð vörn þarna hjá henni Iðunni. Og Lauma, frábær Lauma, Slatjan á Bjargaris. Og þessi er ennþá í leik hérna. Og svo kemur hörkubolti þarna frá henni Laufeyju. Hávartin góð hjá Stjörnum hins vegar og þessi bolti ætlar aldrei í gólfið, það er morgunljóst. Og það þurfti eitthvað til þess að stoppa þennan bolta og það er hún Fríða sem að klárar þetta í Hávartinni. Fagnar svo vel og innilega skiljanlega, það er fátt skemmtilega heldur en að blokka og skilja stígi. 10 stiga munur orðið núna. Og frábærlega gert þarna hjá henni Rósu og í kjölfarið kemur svakalegur bolti frá henni Laufeyju. Þær eru einfaldlega að keyra yfir hann leik, það er HK-stelpur. Það er bara, þær hafa ekki gefið Stjörnunni í rauninni séns á að sækja. Það er spurning eftir eins og allt í síðustu daga og alla þessa leiki hvort að þær hafið þreki að klára hann að leika þessum krafti. En sjáuð, þær kasta sig fyrir alla bolta. En nú er þess að séns fyrir Stjörnur. En hann fer út, ekkert touch þarna. Marja ekki alveg með hættina fyrir með sér þarna. Þetta er reyna svona stöngin út, ef það má segja það í blakinu. Þessi bolti er eins og var út og ná Stjörnur loksins að losa stöðuna. Það voru komið 7 stig í röð þarna í HK. Góð móttaka og þessi bolti er erfiður, en sjáuð þið hennar Steinunni líburunni HK, hún er út um allt og svo endar þessi bolti bara fastur í netinu og HK komið 12 stigum. Steinun líburó, það er þá smá pásu núna hjá HK-liðinu. Já, Ásthildur með fína móttöku með Lauma. Alltaf þessi svolítið nálægt netinu en gerir þetta vel. Og Slatjanas kýlir á þetta og Ásthildur nær að kýla tilbaka en það er ekki klárið þriðja bolta. Þetta er svona að vantar herslumuninn hjá Stjörnum og þær fá nákvæmlega ekkert gefins frá HK-liðinu. Þessi munurinn á þessu liðum er nú ekki þessi og ég hef nú full að trúa því að þetta munur nú jafnast. Það er kosturinn í blankinu, þú farð að byrja í 0-0 í næstu hrinnu. Ef þú átt eina erfiða. Það gefur boltinn á Ásthildur. Nei.
blokkuð þarna. Já. Eins og segir þessi leikur, ég hef hérna var nú vonast að það myndi fara nú að jafnara stað, en þessi gæðin í HK-liðinu eru bara gríðarleg og það sko eru ekkert að létta pressunni, en þá kemur hörkubolti frá Stjörnunum og já, Karen Björg með flottasti bolti hérna. Nei, fyrir ekki, þetta var Lilja, Lilja Jónsdóttir minkar í 13 eða 85, en uppgjöfin frá Heiðrúnu út. Þetta er dýrt og hún er aldrei að tengja stig hérna, þá staðan ansi erfið þegar það koma tilbaka. Æja, hörkubolt á miðjun og þarna er nákvæmlega engin. Þarna þekkjum við hérna Fjólu. Gása hér með fínan bolta og hann er erfiðri hæð, en sjáu þess hvernig Steinu nær að redda honum og í kjölfarið skoraðir 20. stigið á líberóin, eins og svo oft áður límir spilið svolítið saman og Laufey skorar svo. Já, rífandi stemning í salnum að sjálfsögðu. Slatjana með frábæra móttöku, boltinn hér upp á hana Iðunni, en þar verðast að vanda vel. Svo kemur frábær hávörð þarna, en boltinn enn í leik. Og hvar endar þessi? Já, Slatjana skilur hann yfir. Nú er séns fyrir HK, kemur upp. Já, dýrlega með miðboltan. Hann á að bjarga þessu. Skilur hann yfir og lauma og þá ótrúlega þess að þá var Slatjana ekki klár. Þetta sem maður ekki oft. Frábær lauma hins vegar hjá Marinóvu. Og þessi langur og Slatjana gerir hárrétt í stöðunni. Þetta er að fara. 21-7, þetta er ekki búið. En eins og ég held svona Stjörnuna séu kannski aðeins að bíða eftir næstu hrinu. En þessi staða er orðin ansi erfið, en þetta er svona aldrei búið. Ástildur með hörkubolta, en frábær móttaka að Vanda hjá Steinunni. Og svo kemur góður bolti að Vanda frá Hjördísi. Hvar endar þessi? Sker hann vel. Setur hann eins og aðeins svo miklu krafti út. Og hún Brynja. Já. Gaman að þessu Sigurbjörn Árni aðstoðar hérna. Sigurbjörn algjörlega stórkostlegur karakter og sjálfsögur hann að dæma hérna aðaleikinn og leiðbeinir bara hvernig á að stilla sig upp. Það voru með rangustu uppstillingu í staðinn fyrir að bíða og fá stig á sig. Eina viti, hérna kemur Hjördís með enn eina bombuna. Þá er Dýrleif kominn í uppgjafstöðuna. Setur hann í net hins vegar og er ekki satt með sig. Og í kjölfarið skiptir hún svo fyrir Steinunni. Bolti, hvar endar þessi? Já,
fín bolti á afturlínu þarna og svo kemur, já, áfram góð vörn hjá Steinunni og þetta er erfiður bolti og laumar og bjarga og hvað endar þetta? Hann dæmir tvíslag, já, þetta hefur kannski sloppið í einhverjum nærdeildum en Sigurbjörn, hann Bjössi, hann stoppar þetta. Og þá er HK aðeins stigi frá því að klára þetta. Og Stöldur áfram með fína móttök og hörku bolt á miðinni, sjáu þið varnarleikinu HK og enn er það Hjördís Eiríksdóttir fyrirliði HK sem að klárar sín smöss upp á 10 og klárar hér fyrstu hreinu 25-8. Já, ég vant að þið heyri þetta vel, stemningin er frábær í húsinu. Þetta er frábært að hita vel upp fyrir Pál Óskar í kvöld. Þetta er að vera með í stemningunni hér á úrslitaleikjunum. Já, eins og segi, þetta er frekar einsleit hrina. Það er bara eins og það er. Sá eins og segi, sóknarleikurinn HK frábær, 14 stig sem að skora móti 4. Þið sjáu það að HK var ekki að gera mikið af mistökum. En ég trúi ekki öðrun að Stjörnur komi sterkari tilbaka í annan hrinu. Það er bara þannig. Sjáum við tölfræðan í fyrstu hrinu, 8-25 fyrir HK A. Eins og segi, 8 smastur gegn 4, 2 Ásar gegn Ingum, 2 Laumur gegn Engri og 2 Blokki gegn Engri og svo alltaf voru þessi það sem fór með þetta kannski svona svolítið fyrir Stjörnur að þær voru bara því miður. Höfðu ekki alveg heppina með þessu, settu svolítið að boltum út. Og það er bara dýrt, sérstaklega eins og segi, þegar HK er að halda svona mikið pressu á þar að þær fá kannski ekki alveg að spila sóknarleikinn sinn. En jæja, þá er alltaf að vera klárt í hrinu 2. HK getur klárað leikinn með sigri í þessari hrinu. En eins og ég fullir að Stjörnur munu býta frá sér núna. Og Ásthildur, nei. Það kom að því að hún misti móttökuna, hún var mjög örugg í dag. Og Ás hjá Rósu Dögg. Og Rósa kom með 1 smarstig, 1 Ás og 1 Laumu. Jæja, þessi bolti hér á Ásthildur blokkuð og Slatjana, hann er ekki að stýra boltanum, hún er mætt undir. Það var eftir í tekið á þegar Slatjana var ekki mætt undir, af því að hún er alltaf mætt undir. En HK heldur áfram fínni pressu hér á Stjörnur. Þetta er eins og fín móttaka kemur, boltinn á miðjunni og Laumar, en sjáu þið Steinunni, hún er mætt undir og svo kemur hörku bolti á kantinum og HK ætlar ekki að stíga neitt af bensingjöfunni. Laufey skorar. Þeim er greinlega andur það að halda tímaplani. Alltaf erfitt að halda tímaplani á Öldung og greinlega HK að það er vilja bara að drífa þetta af. Boltinn hér á Ásthildi, Ásthildur lætur vaða og hann dettur á línuna. Já, þessi er inni. Frábærlega slegið á henni. Boltinn var aftarlega og hún ákvað þá bara að slá hann af yfirvegun og heitir beint á línu. Minnkar í 3-1. Já.
Fastur bolti, móttakan eins og að mjög góða Steinunni og sjáu þið svo. Laufey, hún er mennsk, hún setur henni netið. Já, þetta að spilast betur núna, ég fullir það, þessir hérna verður jafnari. Þá setur hún Gása boltan út og hún er algjörlega snældu vitlaus út í sjálfan sig. Hún setur kröfur á sjálfan sig, það er alveg klárt mál. Ætlaði sér ás þarna, skiljanlega. Það er fátt skemmtilegt að skora góðan ás. Gása setur svo boltan hérna upp á Heiðrúni og boltan inn í leik. Gása núna aftur á Heiðrúni, boltan setur aftarlega, hún setur hann bara öryggi yfir. Og hörku bolti hér. Og það er það Hjördís sem er að skora. Þessa móttökuna yfir, nú þarf að verja gera það. Gása á Ásthildi eins og fær boltan ansi aftarlega. Gerir það eins og snirtilega og svo klár í hávörðinni. Aftur kemur Hjördís og vá, þetta var vel slegið hjá henni. Ásthildur náði að blokka hann á hann. Þá bara sker hún boltan og laumar hann hérna með frá netinu. Frábærlega slegið. 6-2 HKA. Það stefnir í að HK ætla að sjá til þess að kallaleikurinn farið fram á tíma. Snerti netið hérna og svo er Dýrleif, slæðir hann út. Var hann í úrvalsstöðu að refsa en setur hann út. Minnkar þetta í 6-3 fyrir Stjörnur. Svo kemur ás frá Ásthildi. Já. Minnkar þetta í 2. Já. Það var skrifað í skýin að hún myndi koma með ás og jafnvel fleiri. Kemur hann aftur. Fínn bolti, það er í smá brasi með hann en skilur hann yfir og meira en það. Já, kemur frábær bolti og afturlínu frá Laufey og kemur þessi aftur í 3 stig. Ég held hún myndi bara svona stýra honum í hornið eða eitthvað, en HK bara láta vaða og það snar borgaði sig, skorar hérna 7. stigið. Og frábær björgur þetta Dýrleifi en það gengur ekki alveg að klára boltan í kjölfarið. Sýnir það að hún getur alveg leyst þessa stöðu sem að Steinunn er að gera sem líberó. En þetta er mikilvægt. Stjörnur er að ná að halda þess í það núna. Setur meiri pressu á HK. Og hérna er það fljótar að refsa. Já. Lilja Jónsdóttir. Velvakandi og refsar vel hérna 6-7. Og kemur hérna frábær lauma, spurningar hvort að einhver að fara í netið en það tekur ekki eftir í, það höldum bara áfram. Og kemur hérna fínn bolti sem Steinunn kasta sér á, bjargar honum og svo Ásthildur með vörnina, Gása hann upp og svo skilur hann yfir. Og kemur Hjördís og hún bara heldur áfram að klára þetta hægri vinstri, slær í blokka út. Hjördís Eiríksdóttir, þvílík framistað hjá henni. Fáum við Sladjönu aftur inn. Og þetta er áhugaverður ás hérna. Það er hún Marinova.
Staðan núna orðin 9-6 hér fyrir HK. Og bjarga þessu, en það misskilningur þarna í þriðja bolta og þar komum við ekki yfir, já. Lilja og Brynja ráða aðeins að ráðum sínum. Það bara gamla góða að kalla bolta og svo vona að eini leikmennir hlusti. Og Ásthildur lætur hann fara, hárrétt metið hjá henni. 10-7. Ok, þetta heppnaðist ekki alveg hjá þeim. Þá reyna bara aftur á þessi bolti nálægt netinu, en vel geta Brynju að íta hann bara yfir og svo skoppar boltinn að háhöfninu yfir Slatsjörnu sem er mætt undir. Og enn er það Hjördís nokkur Eiríksdóttir sem að skora. Gása ítur hann yfir, svo kemur Hjördís í afturlínuna. Hún getur ekki hægt að skora. Já, þetta er svakaleg frammistaða hjá henni. Staðan hér orðin 12-7. Þessi minni á úrslitaleik kallaði svo framundan. Og skoppar hann á háhörninni og Ásthildur ekki að stýra hún í kjölfarið. Það er bara eins og það er. Laufey með gott stig. Og þá taka Stjörnur leikhlé. Já, verður á þetta að sjá hvort að KA nái enn eitt árið að verja Íslandsmeistaratitil sinn í öldungablaki. Strákarnir KA-menn eru í úrslitaleiknum eftir. Ég verður bara viðurkenna að ég á bara eftir að kynna mig betur fyrir karlaleikinn hverjir andstæðingarnir eru. Var sjálfur að spila bara rétt á hann í bóðanum og brunaði upp í KA og rétt náði leiknum. Skoðum það betur á eftir. Þú fórum að einbytta okkur að þessum leik hér. Stjörnur HK A. Frábær leið hérna, en það er áður eins og áður er. HK er bara að spila frábært blak og Hjördís Eiríksdóttir halda henni engin bönd. Hendir í Ás núna. Ás númer 2 hjá henni og komnir 5 Ásar hjá HK. Þetta er eins og mun betra. Og hörkubolti, en Steinun Helga frábær í líberostöðunni og svo kemur góður bolti frá Laufey þarna. Æja, Laufey og Hjördís eru báðar að skora og skora og skora. Þetta er eins og góð móttaka, boltinn á miðjuna hérna, en Liljan er ekki að klára þetta, en það háurðin góð. Hjördís í afturlínu, já, það missa hann yfir og frábærlega geta Slatsjörnu áfram með boltinn í leik. Hörkubolti, fín hávörð að vanda og það setur yfir boltan í net. Já, þetta er betra frá Stjörnunni. Hún er að lauma og vil að meina boltinn að það farið
röngum megin við antennu þá í neti, þá er hann bara bendur úti og ég... Nei, Sigurbjörn til tilbaka, eða hvað? Ég held að sé alveg góðu að gera frá endurtekið eins og ég sýnist að nú verðum eiginlega búin að ákveða. Nei, hann ákveður að halda sig við þetta og HK fær stigið. Það er 17-7. Það er oft erfitt að meta þetta en ef það er einhver sem er með þetta á hreinu þá er það Bjössi. Og Laumann hérna frá Rósu og í kjölfarið. Iðunn er aðeins að missetja bolta núna. Setur hann netið og skiptir svo út fyrir Brynju og hún bara brosir út af eyrum. Þessi bolt er út, já. HK fær stigið. Nei, Stjörnur fyrirgefi. Sjáum hérna uppgjafamistökin. HK klukka 5, Stjarnan 3, enda HK búin að vera að sækja aðeins meira úr sínum uppgjöfum. Komum 5 ásakandi einum. Áfram frábær móttak á Steinunni. Og Slatjana gerir mjög vel hér. Skimur Ásthildur Laumar, frábærlega yfir háhornina. Lúmskur bolti frá henni. Sýnir það að hún er mikill blakheili. Það er ekki alltaf að vera fast. Það er bara að lesa hún hárrétt í völlin. Og minnkar hér í 89. Áfram er Steinur með allt á hreinu í líper á stöðunni. Og þá er þetta svo létt. Og Fríða er að skora á miðjunni. Hörkubolti frá Fríðu, þannig að það er áfram eins og ég segi, Steinun í stöðu líper og er að binda þetta rosalega vel saman. Frá fín vörn og sjáu þið Slatjörnu Smiljanic, þetta var vörn í lagi og í kjölfarið þá skoraði hérna virkilega gott stig Stjörnur. Þetta er ennþá möguleiki. Við erum bara að keyra á þetta. Og Dýrleif, vá, þetta var alvöru Einar. Þetta er bara skólabókardæmi Einar frá á miðjunni. Dýrleif, Hanna skilar þessu beint í gólfið. Sker völlin frábærlega og 20-10 núna fyrir HK. Gásalurinn að Lauma, það er bara að lesa, það voru báðar í háhorninni og blokkana. Það er alltaf ekkert að taka fótinn af bensíngjöfinni. HK stelpurnar. Og hóta ást þarna en vel gert hjá Fjólu. En í kjölfarið kemur áfram fín hávörn og Dýrleif Hanna Sigmundsdóttir. Bara ætla sig ekki öldugur nummer 2 hjá Dýrleif. Rektan hún að vera að spila í Kópavogi síðast. Og þetta er snirtileg afgreiðsla hjá Fjólu. Beið þarna vel við netið og ítir honum gjörsamlega lóðrétt í gólfið. Jæja, 11-22. Og jæja. Áfram er Hávarður frábær hjá HK-liðinu, kemur Ásthildur, hún er bara að skilja hún yfir. Gerir þetta snirtilega, það er smá vandræði með þetta, kemur svo frábær bolti frá Steinunni og kemur Ásthildur aftur, Ásthildur ítir þessu á miðjuna og reynir að gogga hann niður og gerir það, skorar.
þurftu að hafa mikið fyrir þessu en það kláruðu þetta. Ásthildur Gunnarsdóttir. Hún þekkir þetta vel. Landsliðskona mörg ár. Og það verður drifkraftur í liði Stjarna. Boltinn hérna á hana Heiðrúnu sem setur hann yfir og kemur aftur yfir bolti og þarna var Hávarðin í lagi. Það er komin yfir. Gása á miðjuna og þetta er frábær vörn en það ná ekki að koma tilbaka á endanum. Sjáðu Stjörnu, þær gefast ekki upp en það þarf að hafa rosalega mikið fyrir stigunum sínum. En virðing á þær halda áfram. En það er einhver íþrótt sem átti aldrei að gefast upp. Það er Ára Blag. Bolti hér og kemur. Fín hávörn. Já, Fjólu. Og svo kemur góður bolti hérna að kantinum. Og Marinova er að gera hér sitt 3. stig. Skemmtileg dreifing hjá henni, 1 smass, 1 ás, 1 lauma. Fílaði þetta. Og þessi uppgjöf frá Laufey út. Ja, kemur Ásthildur. Fínn bolti en áfram með Steinunn ekki standa vel fyrir sínu. Og svo hefur Brynja ekki hettina með sér og boltinn fer hér í dómarastólinn. Og HK er hún aðeins stigi frá því að klára þennan leik. Og fínn bolti hérna, vel varist á Dýrleif og svo kemur að sjálfsögðu er það svo Hjördís Eiríksdóttir sem klárar þetta. Gull tryggir sigur HKA á mótinu. Voru algjörlega frábærar í þessu leik og Gull tryggja þetta hér. Já.
Á úrslitaleik karla. Hér heldur betur skemmtilegu leikur framöndan. KA1 og Catalina. Við byrja á að kynna lið Catalínu. Númer 5, Brian Silva Grisales. Númer 6, Ingólfur Hilmar Guðjónsson. Númer 9, Andreas Hilmir Halldórsson. Númer 15 Kristoffer Björn Ólason. Númer 17 Magnús Yngvi Kristjánsson. Númer 18, Alexander Stefansson. 52 Ólafur Arason. 87 Massimo Pistoia. Og 69 Kolbeinn Tumi Baldursson. Já, ekki allir klárir í slaginn. Hjá KA númer 1 Óskar Fernández Celis. Númer 2 Dorian Boing. Númer 3 Radoslav Rybak. Númer 8 Libero Arnar Már Sigurðsson. Númer 10 Strafko Kaminov. Og númer 7 Alexander Arnarsson. Og hver þetta? Svo má ekki gleyma númer 11. Black Heili sjálfur, Filip Pavel Ševčík. Og svo Miguel Mateo Castrillo. Jæja, gott fólk, þetta síðasti leikurinn Öldung. Nú látum við vel ykkur heyra og svo sjáumst við á Páli Óskari, come on! Já, hér allt að vera klárt. Þvílík stemning og Filip Pavel Ševčík byrjar þetta fyrir KA. Hörkubolti, hann fer út frá Magnúsi og fyrsta stigið því hjá KA. KA komið 1-0. Þessi lið mættust í deildinni fyrr á mótinu. Þar vann KA vann alla leikina en það skiptir engum máli núna, það bara úrslitaleikur. Og Óskar með frábæra vörn, kemur Radoslav Rybak og hvað gerist hér? Kemur fínn bolti en nú séns fyrir KA. Strafko upp á Radoslav. Radoslav engu gleymt og skorar. Radoslav Rybak, þvílíkur topp blakmaður. Spilaði nú á Ólympíuleikunum sínum tíma með pólska landsliðinu. KA komið í 2-1 hérna. Og hérna Catalína að fá gott stig. Þetta fer vel að staða 3-2 hérna. Ég segi pressan kannski aðeins á KA-liðinu. KA með gríðarlega sterkt lið og eins og ég vann alla leikina í riðlinum. En hér bara eftir 2 liðin að mætast í hreinum úrslitaleik, þannig að þetta hefur nákvæmlega ekkert að segja. Catalína eru mættir hér til að taka gullið af KA. Davíð Búis Army, eins og við köllum þetta oft. Davíð Búi, potturinn að pannan bak við þetta ótrúlegu sigurgöngu KA í öldungafleiki síðustu ár. Við vísum ekki að spila með liðinu í ár. Hann var að spila með KA í fjórðudeildinni og tryggði liðinu að sjálfsögðu upp deild. Besti blakari í sögu KA, Davíð Búi. En hér skorar Alexander Stefansson fyrir HK. 4-3. Þetta fer frábærlega af stað. Og kemur hér Óskar Fernández og hann blokkaður, Arnar mættur undir. Það sjálfsög kemur Radoslav Rybak, frábær björgun hérna hjá Kristoffer. Og svo setur Andreasson í netið.
Já, kemur Radoslav Rybak fyrir KA-liðið. Ég segi hann alltaf búinn að vinna allt sem hægt að vinna með Hamar síðustu ár. Nema Öldung. Og þá hann komin í KA-liðið. Setja þetta vísu í netið. Staðan því 5-4. Þetta já, öllu verið spenna núna heldur en í réttum áðan því miður. Stjörnurinn náðu ekki alveg að sér á strik. Og hér var frábær hávörn. Sjáiði Filip Pavel Ševčík. Engu gleymt. Þessi magnaði leikmaður Filip, ekki spilaði í efstu deild núna síðustu árin. Lagði skónahilluna en hefur hins vegar haldið áfram að sjá spilið á Öldung. Og sýnir það að hann hefur engu gleymt. Hann er orðinn 44 eða 45. Ég held að geti ennþá verið frábær leikmaður efstu deild og hér kemur ás frá Óskar Fernández Celis. Já, það líst mér á. Óskar kemur KA í 7-4. Það kemur Óskar aftur. Hörkubolti og hann er enn á lífi. Þá missar hann upp í netið. Erfiður bolti við að eiga og Magnús missar hann svo upp í net. Það upp í tjaldið upp í loftinu og 8-4 hér fyrir KA, 3 stig í röð hjá KA-inum og leið og ég sagði þetta að það færi jafnt að stað þá er KA svona hótaði núna að stinga af. Kemur Óskar. Hörkubolti, frábær móttaka eins og þetta var ekki þægileg bolti að eiga við og frábærlega gert svo í kjölfarið laumum yfir. KA í séns kemur Radoslav Rybak og Radoslav slær þetta frábærlega. Og KA kom í 9-4. Já, frábær kafli á strákunum. Óskar að sækja hressilega úr uppgjöfunum og eðlilega þetta svolítið ströggla að eiga við þetta en Kolbeinn hins var í líberónum búinn að gera vel. Kemur Óskar. Hörkubolti og sjáiði Kolbeinn, hann kastar sér á bolta. Það var mjög fljótur átt að þig til þess að eiga við þessa bolta, svo kemur vá, þetta var alvöru smass. Dorian með hörkubolta og komin á blað hérna. KA-liðið er að stinga hreinlega af núna. Vonað leiksins vegna að Katalína nái nú að snúa þessu sér. Við erum taka hérna leikhlé. Það er bara stemning. Já, vonandi að leikliðið skilja einhverju. Ekki nema að þessi að fara yfir hvernig fyrirpartið fyrir Pál Óskar verði. Það er gríðarlega mikilvægt hjá öllum liðum þetta Öldung að menn séu vel samstiltir og búin að hita vel upp þegar kemur að ballinu. Kemur Óskar Fernández Celis og þetta er alvöru móttaka og hér snúaði vörðin svo Andreas með hörkubolta og hann er að sjáðu Óskar bjargar þessu. Filip setur hann netti yfir, nú er séns hjá Katalínu og vá, þetta var hávörð hjá Dorian. Vá. Þetta kallar maður sturtublokk. Það var beint í sturtu með þetta lið. Árita sjálfur eftir að fyrir sturtu. Ég segi nýbúinn að klára mína leiki beint í KA-heimilið. Svo bara á að vera á að snúast blak. Kemur Andreas með hörkubolta. Vá! Smell hitti þennan, hann er nákvæmlega enginn og Andreas Hilmir Halldórsson er að koma HK fyrirgeði í 5. stigið, hans fyrsta stig í leiknum. Þau verða fleiri. Eins og leiksins vegna á vonum við að Katalína
Náðu aðeins að brúa bilið. Nei, þá klikkar uppgjöfin og Káa komið aftur 7 stigum yfir. Alltaf virkilega gaman og stór partur af Öldung. Það lúðrasveitin sem fylgir úr Garðabænum. Lexi með þessa uppgjöf og þá klikkar af öllum önnum Filip Pavel Sjevčík. Ætlaði að refsa þarna strax. En boltinn vann svolítið frá netinu og Lexi lætur hann heyra það. Skipti svo út fyrir Arnar Má. Ég til að magnað að Arnar hafi orku í að spila leikinn, það búið að mæða mikið á honum. Hann var virkilega þreyttur í morgun, eðlilega. Og henni hingað síður klár hérna í líbero-stöðuna og hérna Andreas klár að refsa. Já. Þetta stál í stál. Kemur Lexi á Radoslav Rybak en þeir ferðast þessu vel og Óskar svo í afturlínu, kemur boltinn á Dorian. Dorian blokkaður, Óskar mættur undir og þeir nýta langt. Radoslav tekur þetta, Arnar upp á Dorian. Dorian bombar þessu og hávörnin tekur kraftin úr þessu en boltinn skoppar illa af henni fyrir hann Alexander og Káa komið í 13-7. Dorian point hér með 3. point í leiknum. Þétt sittið í káminu núna, en það lokahófið svo framundan sem að liðin í efstu 3 sætinu hverju deild fá sín verðlaun. Dorian að skora aftur hérna. (14-7), Káa-liðið svolítið að stíkja sig frá núna. Fín stemning í salnum að sjálfsögðu og kemur Hilmar fyrir ekki Andreas Andreas Hilmir skorar. Hann að skila sínu núna, komið 2 stig núna á skömmum tíma. Minnkar þetta í 14-8. Aftur kemur hann. Arnar með góða móttöku, hratt uppspil á Strafko Kaminov. Nákvæmlega að spila miður núna. Auðspyrarinn í meistaraflokki Káa fá auðspilið frá einni mestu góðsönd í sögu Káa. Hann Filip Pavel Sjevčík. Alltaf mikill Filip maður. Og hérna fín hávörð komið sér Radoslav Rybak. Frábærlega slegið, frábær vörn á Magnúsi. Og þeir íta boltanum sig yfir. Nú séns fyrir Káa. Filip, hann velur alltaf rétt og hann velur hörkubolta hér á Dorian. Já, þetta bara flottur leikur, mikil gæði í þessu. Og leið og Káa-liðið fara að gera aðeins meiri mistök, þá Katalína fljótt að koma sér betur inn í þetta. En gæðin bara í þessu Káa-liði stórkostleg. Og já, sjáu þið Óskar tekur pönnukökuna frábærlega og svo kemur aftur við bolti. Þetta var hávörn! Þetta var hávörn maður! Kristófer kveikir í salnum og það fagna gjörsamlega allir. Það ekki alveg hægt. Vá, Kristófer Björn Ólafsson Proppe. Þetta var magnað. Minnkar þið 15-10. Þessi Katalína úr HK arminum, þannig að það heyrist svolítið svona stuðningur við HK. Og hér setur Radoslav Rybak boltann í spíruna góðu og Katalína komið með 2 stig í röð núna, 15-11. Matteo lagar þá spíruna, 15-11, þetta alltaf að jafnast. Smá brasamóttöku, heldur betur, skilaboltan yfir. Katalína með hörkubolta, Arnar nær að verðast þessu, kemur svo Óskar Fernández Elís og skorar. Erfitt Alexander sér þessi boltan seint, hann stóð vel í gegnum hórðina. Frábær staðsending hjá Alexander.
En þessi fastur bolti fyrir Óskar. Ég held að Óskar hafi aldrei laumað á ævinni, það var alltaf slegið fast. Það bara þannig. Og hérna klikka lauma frá Kristófer. Og eins glaður og var áðan þegar hann blokkaði, þá reynir hann að líta ekki upp í stúkuna. Fær smá lúður í andlitið. Staðan 17-11 núna. Strafko, þetta er vel tekið á móti og þeir eru fljótir refsa þarna, já, Kristófer. Þarna var móttakan upp á 10 hjá Kolbeini og þeir eru fljótir refsa. KA-liðið ekki komið í alvöru stöðu. 17-12. Kristófer komin í afturlínu. Fastur bolti, hann fer út frá honum. Fram eru Vikka og Heiða Berglind að sjá línurnar. Það voru allt hárrétt hjá þeim, bæði leiknum á hann og hér í dag. Að sjálfsögðu, svo kemur hörkubolti hér frá Alexander, hann fer í neti, það er ekki spurning með það. Já, hann fór í netið og KA fær stigið. Já, það er enginn að mótmæla þessu, enda á að vera bannað á Öldung að mótmæla dómum. Og alltaf viðurkenna. Það er bara þannig. Lauma frá miðjunni en KA leysir þetta. Sjáu þið Óskar Fernandes Elís. Ég takið eftir þessu, hann laumar aldrei. Hann ber hann alltaf að fullu gassi. Sama hversu erfiður boltinn er, hann laumar hann alltaf. Kemur KA í 20-12, Óskar komið 4 stig. 2 Smöss, 2 Ása. Stemningin flott, þá komið Radoslav Rybak. Radoslav með þennan bolta út, já. Heiða með allt á hreinu. Þetta bara heiðarlega í sinni nálgun. Og sjáum að KA klikka á 2 uppgjöfum, HK 4. Það er dýrt fyrir liðið þeir sem er að elda ef það klikkar á miklum uppgjöfunum. Þetta kemur Dorian. Slæðir út, þetta er svolítið að falla núna með Katarínu. Og hér er KA að skora virkilega gott stig. Þokast nær Óskar Fernandes Elís er að fara hamförum hér. Svo sem ekki gleyma því að KA á ennþá Matteo inni. Við erum að vona bara KA vegna, við þurfum ekki á honum að halda. Mælir mikið á honum í úrslitaleiki KA og Hamars í baráttunum Íslandsmeistaratitilinn þar sem Hamar leiðir 1-0. Næstu leikur hér í Kámilinu og hér kemur minn uppáhaldsleikmaður Filip Pavelševčík. Eða hann og Pjotr Kempisti, eða svona mínir uppáhaldsmenn. Pjotr eins og var því miður ekki í KA-liðinu í ár. Ég var yfirleitt verið fastur í þessu magnaða liði. Ég bara ekki séð hvort hann sé með liði í ár. Þetta er eins og gott stig hjá gestunum, Katalína. Að minnka þetta hérna í 7. Þetta er ennþá möguleiki en KA-liðið vissulega fara að færast ansinn á þessu. Núna má uppgjöfun ekki klikka. Alexander fyrir Katalínu. Fínn bolti og Arnar setur boltan rakleiðis á hérna Filip. Filip gerir vel úr þessu, svo kemur Óskar með móttökuna og hér kemur Lexi. Við tengjum þetta vel Lexi og Filip. Og þessi bolti svo frá Andreas út. Þessi hefði mátt vera inni. Það hefði skapað aðeins meiri stemningu í þessari fyrstu rinnu. 23-15. Kemur Lexi. Alexander, já. Fín móttaka. Sjáu þið Strafko Kamenov. Spila venjulega uppspillar í KA-liðinu. En hér á Öldung er hann að spila sem miðja núna.
og kemur með frábæra blokk. Stravko Kamenov, eða Stravko Káa eins og kemur hérna fyrir hjá okkur. Gaman að þessu. Lexi, hörkubolti og hann að skora ás og dettur svo í gólfið hérna og snýr sér að sjálfsögðu, klárar þessa fyrstu rinnu með einum ljótasta ás sem hún getur skorað. Boltinn stoppar netun og dettur svo réttum með Káa, leiðir því 1-0 hér í úrslitaleik Öldungs. Já, Káa komið í 1-0. Það var nú aðeins meiri spenna í þessu heldur en lokatölunar segja til um. Káa skoraði þarna 3 síðustu stigin í röð og náði endanum að vinna frekar sannfærandi 10 stiga sigur, en ég gleyma því að það býr nú ansi mikið í þessu Katalínu liði. Jæja, þá erum við að vera klár hér. Sjáum þessi Káa-lið tók snemma forystuna og vinnur endanum 10 stiga sigur í fyrstu rinnu. Sigur í þessari rinnu, þá er Káa Öldungablagsmótsmeistari enn eitt árið. Já, reynum hérna við eina bylgju. Sjáum þetta hérna, hér kemur þetta, sjáu bylgjuna. Já, stemningi frábær hér í Káa-menninu. Kemur sér tilbaka, já. Þetta er nákvæmlega svo að vera, það er þvílíkt fjör hér á Öldung eins og venjulega. Og hérna við Káa-menn og Völsungar getum verið ótrúlega stolt af okkar móti hér í ár. Næsta mót haldið í Mosfellsbæ. Og hér er Radoslav Rybak að skora fyrir Káa, setur hann í blokk og út. Davíðin halda áfram sem þá var horfið. Mikil faglegheit í Káa-liðinu. Og Davíð Búi sjálfsögðu á bekknum að stýra þessu ofurliði sínu sem kemur Zlatko Kamenov. Zlatko kemur hér með frábæra bolta. Þeir mistu vörnina yfir. Kemur Dorian með hennar bolta, skoppar á netinu og skorar. Erfitt, ansert fyrir Kolbeinn að bregðast við þessum. Fastur bolti sem skoppar á netinu. Og Káa komið 3-0 hér í upphafi. Annar rinnu, gleymið því ekki, Káa tók fyrstu og klára því leikinn að þau vinna þessa rinnu og aftur er frábær uppgjöf en Massimo Pistoia með alvöru móttöku. Massimo meira að þjálfa síðust ár en búið að vera flottur á þessu móti. Og hér kemur svo Radoslav Rybak fyrir Káa. Einfaðilega að vennast því að hafa Radoslav í Káa-búninum. Einhver albesti blakar sem við spilað á Íslandi. Dorian, aftur er Dorian að koma með svakalega uppgjöf. Káa byrjar 5-0.
Strákarnir greinilega ansi ákveðnir í því að verja enn og aftur Íslandsmeistaratitil KA í blaki öldunga. Kemur Dorian. Þetta eins og það vel gert þegar þeir leysa þessa stöðu og svo setja þeir í boltan í net. Fyrirgefið, hann fór KA með í netið. Ég fannst hann það bara í netið. Vel klárað hjá Alexander. Og minnkar í 5-1. Þetta var krúsjál. Þá náðu þeir að losa þessa stöðu. Dorian var að sækja allt svakalega úr slukkjum. Og heyrðu nú mig! Af öllum önnu þá er Arnar Már sem klikkar móttöku. Þetta segir manni það, hann búinn að sofa lítið síðustu daga. Ég fullyri það. Búið að vera svakalegt álag á Arnari, formaður blakdeildar KA í undirbúning fyrir þetta mót á ótrúlega tróskilu. Þetta eins og allt upp á 10 og núna. Og Strafko kemur hann svo yfir. Og svo kemur frábær afturlínu vörn hérna hjá Dorian. Nú hins vegar sénsinn hjá Katalínu. Kemur Massimo. Hann var blokkaður allt hressilega þarna Massimo. Þessi frábær þjálfari. Ég sé minna á honum sem leikmanni. Og já, ætla maður ekki að dæma hann út frá þessu smassi. Hávöldin bara góð, en þetta eins og virkilega gert hjá Andreasi. Minnkar í 6-3, hann svona búinn að vera ansi mikilvægur þegar þeir fá sénsinn á að sækja. Kemur Andreas aftur. Góður bolti, frábær bolti. KA-liðir í vandræðum með þetta eðlilega. Svo kemur hins vegar stórkostlegt svar frá Dorian. Dorian að eiga hörkuleik. Komið með 8 stig í leiknum. Og KA 7-3 yfir hér í annar rinnu. Og þetta eins og frábærlega spilaði HK. Kristófer skorar hérna snöggt uppspil upp á miðjuna og þetta KA-liðið aldrei að fara að verjast. Þessi sjáu það hörku bolti í þessu Katalínuliði. Og vonandi fáum við aðeins jafnari rinnu núna. Filip upp á Óskar, erfið bolti. Óskar hann að kýla niður. Nú eins og sénsinn hjá Katalínu. Kemur Massimo ítir hún. Þetta var clever. Very clever move Massimo. Blokkaður á hann. Sá núna stemdi það saman. Hann ákvað bara að íta boltanum langt út í hornið og skoraði Massimo. Pistoia. Minnkar til 7-5. Þetta allt annað. Þessi bolti eins og var út frá Alexander. Þessi KA vann leikliðana í riðlunum á föstudaginn 2-0. Var þetta í hörkuleikjum, hörkuhrinum 19-25 og 22-25. Þannig að þessi fyrsta hrina var kannski full ójöfn. En þetta allt annað núna, 8-6 eftir að uppgjöfin klikkaði á KA. Massimo komin í afturlínu og í uppgjöfastöðu. Fastur bolti. Kemur Dorian og setur hann út. Jájá. Mér finnst líka bara frábært að það engin leikmaður hér með kjaft. Dómararnir fá bara að sinna sínu. Bara eins og á að vera öldung. Filip upp á Alexi, já, næra aðlagast þarna og reyna að lauma og klikka lauman var Ingólfi og Ingólfur veit af þessu skömmina. Biður hér Alexander að tosa neti niður, ég skil hann vel. Ekkert meira svekkjandi að setja lauman í net. Það var skömmunni skára og setur hann yfir og hitlið fá sóttundur í. Kemur Lexi. Og brasa móttökunni og þessi endar í gólfinu. 10-7 KA.
Já, fín stemning í húsinu, kemur Lexi. Hörkubolti þessi Lexi, ekki að spila með Káaliðinu vetur, en virðist engu hafa gleymt. Svo kemur þessi bolti frá Alexander út. Út og byrju við nú. Þetta virði ég. Káalið viðurkennir touchið. Þetta líst mér vel á. Þetta töff. Alltaf gaman að heiðarlegum liðum. Kemur boltinn hér á Radoslav og hann var í afturlínu. Ég er nú bara ég er ekki alveg klár á því hvað Radoslav er orðinn gamall. Ég vil bara fletta því upp. Hann gæti svo léttilega verið áfram að spila í efstu deild. Já, Radoslav er 50 núna í ár. Og er áfram að skora. Sjáðu það. Hér er hann skorað sitt 7. stig í leiknum. Verður 50 eftir 4 mánuði. Eða bara 3 mánuði. Já, er svo Fílip með góða móttöku. Fílip er 5 árum yngri, hann er bara 45, hann er bara unglamb. Kemur Arnar Már með stórkostlega móttöku. Hvar endar þessi bolti? Þetta er í netinu og þetta er á lofti. Stravko á Dorian, boltinn enn í leik. Nú koma Katalína með, þá setur hann Alexander boltan út. Já. Þessi Káalið er alltaf bara gríðarlega sterkt. Staðan er 13-8, Katalína tekur leikhlé. Við erum að tala um Lexa er ný orðin löglegur á Öldung. 30 í ár. Arnar Már, libero. Hann er 44. Sjáu þið þessa bylgju hér. Bylgjulestin er komin af stað. Já. Og Dorian Poink, hann er 34. Filip Pavel Sjevsik 45. Miguel Matteo, hann er ekki að spila í dag og ég vona að hann spili bara ekki. Hann er 34 á árinu. Óskar Fernandes, hann er líka 9 árin. Öldungur 30 á árinu. Radoslav Rybak, eins og segi, 50 ára gamall á árinu. Og svo erum við Stravko Kaminov, 34. Þetta er skemmtileg blanda. Og hérna kemur Filip Pavel Sjevsik með ásinn. Elska þennan mann, ekkert eðlilega mikið Filip. Algjört gull af manni og á ansi stóran þátt í því hvað Káa hefur unnið marga titla í blaki. En hérna skoraði gott stig Katalína. Stenni hárutuna út. Já, Magnús Ingvi, hans annars stig í leiknum. Kemur Ingólfur fyrir gestina og þessi er út. Það var ansi nálega þegar hann var úti. Þetta er rétt. Það kemur Dorian með bombu og þeir mista mótið tilbaka. Þeir bara velgert að þeir náðu að taka móti og yfirstig, yfirstig Óskar. Það er ekki hægt annað. Óskar reynir að mótmæla þessu. Ég er bara furðu lost að Óskar sér að reyna að mótmæla þessu. Nákvæmlega ekkert þess að segja. Hendaði springar og bara hlátur í Káaliðinu. Þá kemur Magnús fyrir HK, frábær móttaka á Arnari og það klikkar eitthvað samtíkir hérna hjá Filip og Stravko.
15-11, ok, þetta ennþá galopið. Sjáum, Magnús fyrir Katalínu. Góður bolti og Dorian með móttökuna og sjáu hvað Filip gerir ótrúlega vel úr þessu fyrir Radoslav Rybak. 7. stíð á Radoslav. Ég er bara að skora á hann að vera með í efstu-deildinni næsta ári. Það væri ótrúlega töff að sjá hann 50-51 árs leikjarlisti sinnar í úrvalsdeild. Hann virðist að eiga nóg eftir. Og hér er dæmt net á Katalínu. Þó ekki en Kókó. Þetta er bara venjulegt Katalína. Og sjáu þið þetta. Alexander klókur þarna á nafna sinn, Alexander Arnar. Skorar hér fyrir Katalínu, 17-12. Þetta er ennþá galopið. Þá er skemmtileg skipting hjá gestunum. Ólafur mættur til leiks. Ólafur Arason. Mjög skemmtilega öðru sér stöppur sem líka. Og mikil stemning þegar hann kemur inn á. Það er spennandi að sjá hvað hann gerir. Kemur Óskar Fernández. Þvílík innkoma hjá þeim. Og þeir fagna þessari blokk. Eins og þessi þeir heimsmeistarar skiljanlega kveikja í húsinu. Já. Þetta gaman að sjá. En svo klikkar uppgjöfin. Radoslav Rybak fyrir Káa. 5 stiga munur, Káa 7 stigum frá að klára þetta. Kemur Radoslav Rybak með hennar bolta, móttakan góð og kemur Massimo. Já, fínn bolti hjá honum. Og kemur Óskar Fernández, hann þarf að kýla með bolta, gerir það. Og svo kemur Lexi með frábæra háarboltinn tilbaka á Dorian afturlínu. Það er það sem ég elska við hann Filip, hann er svo fljótur að átta sig og Hallnátt hann sér það og við tekið fyrsta bolta, nota hann í uppspil fyrir Dorian og afturlínunni og HK svona eðlilega ekki komnir í varnarstöðuna sína. Þetta er eins og frábærlega spilað hjá gestunum. Frábært uppspil aftur fyrir sig á Alexander sem var aleinn í stöðunni. Og single block hjá Óskar. Óskar var ennþá að hlaupa eftir honum. Hafði ekkert að segja. 19-14. Og já, Óskar er að berga þessu. Radoslav Rybak setur hann yfir. Sénsinn á Katalínu. Og Massimo setur hann í netið. Hann er að spila henni í kanti og vantar kannski smá hæð á móti þessari hávættan Káa-liðinu. En það er bara eins og það er 20-14 núna. 20-14. Kemur Óskar Fernández, boltinn skoppar af netinu og skorar á. Það er bara nákvæmlega ekkert við þess að segja fyrir leikmenn Katalínu. Það er nú anskoti erfitt að verja boltanum frá Óskari. Hvað það er skopp af netinu líka. 21-14. Kemur Óskar aftur. Fastur bolti og já, Kolbeinn nær að stýra sig fyrir oft og þeir skilja hún tilbaka. Æja, Filip, þeir mista hann yfir og hvar endar þetta? Endar í gólfinu. Það var bara þetta milli Filip og Massimo. Og eins og oftaður þá var það Massimo sem, nei, Filip fyrir ekki sem að klára þetta. Og ég veit ekki að þetta hefði sést í mynd, en leikmenn Katalínu
báðu Matteo hjá K.A. að taka leikhlé sem hann nú gerði. (22:14) hérna og einmitt fínt að vera með aðeins meiri tíma í þennan leik. Eins og stemningin fín, meira en bara fín, hún frábær í K.A. Svo erum við að fara að veluna eins í efstu þrjúliðin í öllum deildum. Það nú þó nokkuð af liðum sem að fara að fá velun. Og jafnvel mætti að veluna bara öll liðin hérna. Blaki búið að vera frábært. Það var lítið meiðslið með þessa sem eiginlega mjög ómögulegt með Öldung. Þá klikkar Óskar Fernández, Selís og Massimo fagnar hérna með Matteo. Matteo er að skrá sem stíg, þjálfarstíg á hann. Og hann núna kominn Háka á megin. Klikkuð uppgjöf. Stemningin er algjörlega geggjuð hérna. Gefur Massimo, setur hann í netið. Drepur aðeins stemninguna þarna, en hvað það? 23:15. Og erfiður bolti hér. Filip slær þetta á virkilega vel list að K.A. liðinu. K.A. komið í 24:15. Erum við að sjá sömu lokatölur og í hreinu 1 fyrirgefi. Lexi fyrir K.A. 1 stig viðbót, það klárar þetta. Lexi, setur hann í net, það setur hann í net. Það rétt að vona að uppgjöfin heppnist hjá Ólafi núna. Það hundleitt að klára blakleiki á missaður uppgjöf. Já, hann fær sjálfsögðu klappa vel fyrir honum hérna. Já, að sjálfsögðu klárar hans uppgjöf eins og maður. Kemur svo frábær hávörd hjá Háka og aftur geta hann tekið fagnið að sjálfsögðu. Fagna allir að sjálfsögðu vel. Ólafur og Bjarki, þjálfararnir, að sjálfsögðu fá hana með. Æðisleg stemning hérna. Sjáu þið, fagmanninn Filip Pavelseski, hann hefur engan húmor fyrir þessu. Hann vil bara klára þetta. Boltinn yfir og nei, þá klárar þetta svona og K.A. vinnur leikinn 25-17. K.A. er Íslandsmeistari, Blaki Öldunga kalla enn eitt árið. Stemningin stórkostleg í K.A.-vilinu. Já. Bara öll mín virðing á lið Katalínu. Þeir gerðu frábærlega hér á þessu móti, enda í öðru seti eftir að kalla á Öldung. En þetta K.A.-lið er alltaf bara hálfgert svindlið, gríðarlega vel manna og ég var til að sjá þetta lið keppa í úrslitakeppninni Íslandsmeistaratitilinn. Stórkostleg. En ég ætla að vera að kveðja þarna. Framöndan er verðlaunahátíðin sem að ég þarf að vera mæknum. Takk að kærlega fyrir áhorfið og við sjáum svo fersk úrslitakeppni karla kvenna Íslandsmeistaratitilinn í blaki. En K.A. Íslandsmeistari í öldungablaki karla enn og aftur.
og Káa sem öldungameistara karla. Já, fyrir Káa, Miguel Mateo Castillo.